Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu. Það þriðjudagur og það ennþá komandi kreppa. Í kvöld ætlum við að beina sjónum aðeins vestur haf af augljósu tilefni og þetta eiginlega svona annað þátturinn hérna á samstöðunni í röð það málefni. Hérna rétt áðan var hinn Reykjavík, þar sem að kom saman fólk, afrikanskir Amerikanar og brúnir Íslendingar, innflytjendur og ræddu ástandið þarna vestur frá og rasisma þar og á Íslandi. Það var þáttur sem að Laufey Ólafsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir stýrðu og þar komu Alan Thomas Jones og Asanteva Fiester, Derek T. Allen og Dori Levitt Baldursson og ég skora ykkur á því sem ekki sáu þáttinn í dag að horfa á hann bara í framhaldi af þessum. En hingað til mín við Rauðaborðið eru komið fólk sem hefur dvalið langdvölum erlendis. Sólveig Ásta Sigurðardóttir sem doktorsnemi í bókmenntum, hún hefur búið í New York og Texas. Viðar Þorsteinsson sem framkvæmdastjóri Eflingar, hann lærði í Bandaríkjunum hvar var það Viðar, var það ekki í Utah eða hvar var það? Nei, það var ekki alveg sérstætt, það var í Ohio. Ohio. Cincinnati. Hallfríður Þórarinsdóttir, hún bjó mjög lengi í New York og flutt heim og sömuleiðis Snorri Sturluson leikstjóri, hann bjó lengi í New York og nýfluttur heim. Ég mannfræðingur svo því sem ég haldi til að hafa. Mannfræðingur. Og ég heimspekingur. Já. Og leikstjóri. Þá það orðið komið reynd. Það sem að mér langar til þess að byrja á að velta þessu upp svona þetta ástand sprettur upp af atviki, en líka einhver leitið ástandi. George Floyd, hann misti vinnuna út af COVID og hann hafði engar tekjur, eins og við marga bandaríkjamenn og hann var að kaupa sér sígarettur fyrir þeir sem afgreiðan töldu að það $20 falskur seðill. Og eftir leikinn þekkja síðan flestir hryllilegt atvik þar sem að hann óvopnaður og virtist ekki vera ógnað nokkrum manni. Lögreglan gat ekki eins og í mörgum sambærilegum tilfellum talað að þau haldið hann væri að draga upp byssu þegar hann væri að draga upp lykla eða eitthvað slíkt og hann myrtur þarna á gangstéttinni. Þetta veldur síðan því að það brjótast út mótmæli og óeirðir í það. Og það sem að mig langar kannski til að spyrja í svona samhengi af því sem áður hefur gerst. Hvað kannski líkt með þessum atburði og hvað ólíkt með honum og hvað það eitthvað sem að bendir til þess að út úr þessu mótmælum komi eitthvað annað heldur en úr fyrir mótmælum. Ég má kannski byrja á því að spyrja þig, Sólveig Ásta. Hvað sérstakt við þetta? Skiptir það máli að þetta gerist í COVID? Skiptir það máli að svona undanfarna mánuði eða undanfarna vikur hefur verið dregið fram hversu COVID bitnar harðar á svörtum í Bandaríkjunum? Skiptir máli svona að þessi atburðir sem hafa gerst áður, að þetta hleðst upp? Núna til þess sér maður að lögregla víða Bandaríkjunum fer niður á annan hnéð til þess að lýsa yfir stuðningi við mótmælendur og kannski að ögra forsetanum sem hafði hellt sér yfir íþróttamenn sem hafði gert þetta, svarta íþróttamenn. Hefur maður byrjað að leggja út frá þessu? Já, takk fyrir boðið að fá að koma hingað og vera með eins flottu fólki og þið öll eruð hér. Takk til að læra af ykkur í þessu samtali. Ég var einmitt að tala við nokkra vini og kollega sem eru í Houston. Hann George Floyd var þaðan og hafði unnið, eins og þú segir, í Minneapolis í nokkuð skeið, en það verið að halda minningarathöfn þar bara örugglega akkurat núna eða eftir nokkra klukktíma. Fjölskylda hans, búsett í Houston og margir listamenn hafa komið saman til þess að fjármagna minningarathöfn sem að verður haldið þarna. Sko, ég ekki að reyna að vera eitthvað sneiðu í orðalagi eða eitthvað, en mér finnst svona alltaf maður stúderar tímabil og líður eins og eitthvað sérstakt og öðruvísi að þá sé að gerast
að þá oftast að maður skoða söguna þá hafa hlutir gerst áður og hlutir hafa verið alveg jafn hryllilegir á fyrri tímum eins og núna, þannig að það alltaf svolítið erfitt að átta sig á því og þegar kannski getið hjálpt mér að hugsa það þegar eitthvað sérstakt. Til dæmis þá tölum við mikið að í dag höfum við myndbönd, vídeókamerur, lögreglumenn eru oftar og oftar gripnir á upptökum við að beita ofbeldi og en á sama tíma bendir fólk endalaust á og hvað og það eru endalaust vídeó og hvað gerist, hvað hefur breyst, hverjir verða sóttir til saka ólíkt því sem hafi gerst áður. Og auðvitað það munur að hafa upptökur á myndböndum og allt þannig, en það samt situr eftir sem áður svo spurning hvort að eitthvað raunverulega breytast, hvað varðar allavega það að morðingjar séu sóttir til saka. Eins og að þú segir með COVID að þá, að sjálfsögðu erum við á ótrúlegum tímum og það hugsa maður bara til þess að fólk sem að fara út og setja líf sitt í ótrúlega hættu mitt á COVID-tímum, mitt upp úr því að hafa jafnvel verið að félagslega einangra sig eftir þeim möguleikum sem það hefur getað gert það. Og maður heyrir endalaust sagt þið sem voruð á mótmælum vinsalast farið og látið testa ykkur eitthvað, en allavega í Houston þá var það alls ekki í boði að láta testa sig og ef maður testaði sig þá tók það 2 vikur að fá út úr prófum, þannig að það náttúrulega örvæntingin mjög mikil en hugrekki þeim meira, þannig að það svona fyrstu viðbrögð við því hvort eitthvað sé öðruvísi eða hvort eitthvað hafi breyst og maður bara hreinlega veit ekki. Viðar, má ég spyrja þig að þessu? Þú hefur fylgst með uppgangi demokratíska sósíalista í Bandaríkjunum og svona breytingum þar í umræðu og kringum demokrataflokkinn, eins og sé svona einhvers konar róttækni væðing þar í gangi. Skiptir það máli inn í hvaða umhverfi þessi atburður kemur? Hvað að segja, moldin gjöfulli? Já, ég held að svona, þessi klálega svona ákveði vonleysi núna sem hefur gripið sig bara og einhvern veginn svona versna síðustu vikur. Ég held að sé ekki eintóm sjálfhverfa hjá mér sem stuðningsmaður Bernie Sanders að halda þess fram. Ég meina, ég held að þú veist vonin einhverjar svona róttækar breytingar, einhverjar alvöru breytingar í þessum málum, ég meina hún hvarf. Það enginn sem telur sig trúið það að til dæmis að Joe Biden sem forseti muni ætla að fara að leiða einhverjar raunverulegar framfarir eða raunverulegar breytingar í þessum málum. Ég meina það skásta sem hann mun gera mögulega að svona forða því frá því að fara fram yfir þessa bjargbrún sem að Donald Trump virðist vera að fara einhvern veginn yfir og þetta tækifæri sem að einhvern veginn týndist þegar leið og frambúðið hjá Bernie Sanders var döðadæmt. Ég held að hafa haft ákveðin áhrif á svona stemninguna og upplifunin. Allavega svona skynja ég það þannig og ég spyr mig akkurat þessar spurningar af því það svo langt í frá að þetta sé eina svona tilviki. Þetta búið að vera hvert svona tilviki á fætur öðru nánast á nokkra mánaða fresti. Þá ég að tala bara akkurat svona, bara hreinræktuð morð lögreglumanna á saklausu fólki, allt frá Eric Garner sem var einmitt svona fullkomlega sambærilegt dæmi á mörgu leyti, Michael Brown, þar áður, Tamir Rice og fleiri svona tilfelli. Þetta urðu mótmæli og það var til þessi Black Lives Matter hreyfing sem að spratt upp og var svolítið svona sýnileg. En þetta sem við erum búin að vera að sjá, vera að gerast núna bara undanfarna daga og nætur, það á skala sem við sáum ekki þá. Og ég held að við þurfum að fara marga áratugi aftur í tíma til að sjá svona rosalega mikla og eldfima og kraftmikla baráttu birtast svona í óeirðum. Ég held að við þurfum að fara aftur til 67, 68, 69 þegar það kom svona óeirða hrina sem varði í mörg misseri í öllum stærstu borgum Bandaríkjanna. Og ég af því ég bjó í svona plássi í Bandaríkjunum sem enginn hefur heyrt Columbus í Ohio, að þá svona skynjaði ég það, ég bjó svolítið í svona hinum raunverulegu Bandaríkjum.
Þetta var ekki svona Bandaríkin sem að þú sérði í þú veist, sjónvarpsþáttunum með eitthvað svoleiðis, þeim gerast allir á austur- eða vesturströndinni, sko. En ég sé það núna að þessi mótmælahrina, þetta ekki eins og sko Occupy Wall Street sem var algjörlega bundið við þessar stóru borgir á austur- og vesturströndinni. Þetta líka gerast bara djúpt inni í bandarískum miðvesturíkjunum í meðalstórum borgum þar og jafnvel smærri borgum. Að verða bara verulega militant mótmæli og þú veist þegar það komið útgöngubann í sko plássi eins og Columbus í Ohio, þá veistu að það eitthvað í alvörunni að gerast í Bandaríkjunum. Fríða, sprottið af svona vonleysi að það sé hægt að ná fram einhverjum breytingum í gegnum svona formlega kerfi, það ástæðan eða þetta enn eitt dropinn sem fyllir enn eitt mælinn? Hvað veldur því að þessi mótmæli og þessi bylgja sem eins og Viðar bendir á nær víðar Bandaríkin, nær líka inn í svona stofnanir Bandaríkjanna að það eru fleiri sem að lýsa yfir stuðningi við mótmælin heldur en að ég man eftir, kannski ég fylgir því ekki nú vel með. Hvernig túlkar þú þetta? Já, ég túlkaði bara þannig, ég var nú búin að segja þetta sko fyrir mörgum vikur síðan, þá var ég búin að vera að ræða hér við vini mína það að ég óttaðist að það yrðu blóðu átök í Bandaríkjunum og það var einhvern veginn, það bara lá í loftinu og ég í raun og veru hef ég oft orðið miklu meira hissa á því af hverju þau hafi ekki átt sér stað fyrr. En núna það einhvern veginn, það kemur allt saman í einhverjum, ég veit ekki hvernig orða það leggst hvert með öðru, það COVID, það útgöngubann, fólk brjálæðislega frústrað að hafa verið lokað inn í íbúðunum sínum, ég veit ekki, bara í fleiri vikur eða mánuði, segja allavega vinir mínir í New York. Það yfirvofandi mesta kreppa síðan, sko ef ekki síðan í síðustu kreppu að þá bara síðan, sko bara ever. Og það engu að tapa, fólk atvinnulaust, það ofboðslegt atvinnuleysi, það engu að tapa. Þú tapar engu þó þú takir þátt í mótmælum. Og Bandaríkin eru eins og púðurtunna. Þetta var eldspýtan sem kveikti í púðurtunni og hún eins og maður geti ímyndað sér það væru landsprengjur út allt meginland Norður-Ameríku eða Bandaríkjanna og þær springa núna bara hver af annarri. Og núna óánægja líka inn í röðum hvíta millistéttin sem löngu hætt að vera millistétt, hún á í vök að verjast. Þannig að það kannski líka þessi aukna þátttaka eins og Viðar að benda á sem kemur þaðan. En ég held að sko rasismi náttúrulega, hann í blóðrásarkerfi bandaríska samfélagsins og hann gegnumsýrir bókstaflega allt. Það ekkert sem óháð, það allt einhvern veginn sem maður segir á amerísku charged eða hlaðið þessari skelfilegu, ekki bara hugmyndafræði heldur skelfilega blóðugu sögu. Og hann í sko öllu daglegu lífi fólks frá því það vaknar á morgnana þar til að þeirra að sofa á kvöldin, það að segja, svartir eru alltaf í vörn. Akkur var að koma fram núna í COVID að þeir væri með háan blóðþrýsting miklu meira heldur en hvítir. Jú, það vegna þess að þeir bara alltaf í varnarstöðu. Það alltaf eitthvað sem að gæti komið upp á. Nú annað sem að hefur líka aukið við þetta og það þekkja allir sem að allavega hafa búið í New York. Að eins og ég hafi nú sagt við þig Gunnar að lögregluembættið það stofnað á 1850 eitthvað og Írarnir náðu undirtökunum í löggunni og þeir voru algjörlega á móti sko afnámi þræla, írskir innflytjendur vegna þess að þeim stóð ógn af þessu ódýra vinnuafli sem myndi þá streyma hugsanlega þarna norður á bóginn og þannig að það ofsalega erfið saga á milli írska minnihlutans Irish Americans og svartra og var það sérstaklega þannig að svo sem allt að læknast, en hvað það? Það sem gerðist í lögregluembættinu, slökkviliðsembættinu, sorpinu í New York borg var það að Ítalir og Írar tóku þessar stofnanir yfir og þeirra var ráðið lögum og lofuð þar síðan og þetta hefur sætt gífurlega mikilli gagnrýni undanfarna áratugi að lögregluembætti í New York endurspegli ekki eða lögregluþjónar
endurspegla ekki demógrafíuna í borginni. Það eru löggur af írskum uppruna eða ítölsku sem búið ykkur staðar í borgarjaðrinu með út fyrir borgina, koma svo inn, þú veist, og handtaka svarta og þú veist, þannig að það ýtir svo mikið undir þessar rasísku andstæður og þeir eru því miður oftar en ekki bara með alveg hræðilega fordóma. Þannig að ég held að landið ég veit að ég þori ekki svona spá einu en einu með þennan villsingarn í Hvíta húsinu, en í raun og veru finnst mér þetta vera fullkomlega viðbúið. Það ekkert sem að kemur mér á óvart í þessu. Ég er ekki að segja þetta því að ég sé svo klár heldur. Það bara fyrir alla sem þekkja þetta samfélag, þá held ég að það eigi ekki að koma fólki á óvart. Snorri, þetta hérna svona guðuketill og hann hristir af sér lokið reglulega og einhvern tímann kemur að því að það bara ekki hægt að setja lokið á aftur. Við séum að koma að það að afríkanskir Bandaríkjamenn muni bara ekki sætta sig við einhverja svona þetta fjari á einhvern hátt út, vilji fá einhvern svona afgerandi niðurstöðu, afgerandi sigur út úr þessu mótmælum. Heldur að við séum á þeim tíma? Það er náttúrulega ómögulegt að segja, en að því að já, það er náttúrulega ómögulegt að segja hvað gerist, en svo sannarlega er komin tími til þess, samkvæmt öllum eðlilegum svona mælikvörðum. Vegna þess að svartir í Bandaríkjunum eru náttúrulega búin að búa við kúgun og þrælkun og pyntingar og nauðganir og morð og svo óréttlæti og mismunun og framvegis frá 1619 þegar fyrsta þrælaskipið kom til Bandaríkjanna. Og til þess að skilja þessar aðstæður, þá verður maður að skilja söguna og þegar að Obama var kosinn forseti, þá ég bjó í New York frá 2001 til 2017 og þegar Obama var kosinn og ég giftur svartri konu frá Texas og tvo stráka og kvöldið sem var verið að telja upp á atkvæðakössunum 2008 þá skildi ég á nýjan hátt þessar aðstæður í þessu þjóðfélagi. Þegar að kona mín hringdi í systur sína og svo þrívegir hringdu, svo dæluðu þær móður sína inn sem að þær systurnar búa þarna báðar New York svæðinu eða bjuggu og móður þeirra í Texas. Þær ætluðu bara aðeins að tjekka okkur annari. Þær voru í símanum í 8 klukkustundir og að fylgjast með þessum sögulega viðburði gerast, það að svartur maður yrði kosinn forseti í Bandaríkjunum í gegnum þær og í gegnum þetta símtal sem að ég heyrði bara eina hliðina á, það var hreint og beint ótrúlegt og það breytti mér. Það breytti sýn minni á öll þessi mál. Og fylgjast svo með, forsetatíð Obama og sjá síðan þetta óbúðslega rís hvíta, hvað kallum við þetta á íslensku, white supremacy. Þarna þegar kosningabaráttan fer í gang og þá skildi ég, það var einhvern tíma á þeim tímapunkti að ég skildi það, þetta bara borgarastyrjöldin sem að lauk ekki 1865, en ég lauk í raun og veru aldrei. Hún var aldrei kláruð. Þegar við sem höfum stúderað evrópska sögu, sagfræði, við vitum það að fræjum seinni heimsstyrjaldarinnar var sáð í samningunum sem voru gerðir við Þjóðverja og aðra í seinni heimsstyrjöldinni, í fyrri heimsstyrjöldinni fyrirgefðu. Þetta var aldrei, og síðan í seinni heimsstyrjöldinni var dílað miklu betur við þetta og það var komið á svona varanlegum friði. Og þetta var aldrei gert í Bandaríkjunum 1865. Þetta var það slæmt að þrælum var sleppt og þeim var bara einfaldlega sleppt. Það var ekkert sem tók við þeim. Og það var ekkert sem að tók við hjá bændunum og þrælahöldurunum í suðrinu. Það var ekkert plan, það var engin áætlun, það var ekkert reynt að vinna úr þessu. Það var bara svona, nú skulum við bara hysja upp okkur og halda áfram. 5 acres and a mule, þú þekkir það? Jú, og þetta er svo, og þessi
og á báða bóga, þú veist, bæði hjá svörtum en líka hjá, sko, hvítum í Suðurríkjunum sem hefur nú breyst dálítið úr því að vera kannski ekki bara Suðurríkin í dag, þetta er meira svona miðvestrið og svo, eða svona miðbandaríkin versus strandirnar, en þetta er sama dýnamík, að það var aldrei, þú veist, þessi reiði sem að blundar í þessum Suðurríkjamönnum sem er að flagga the Confederate flag, þessi rednecks, þú veist, þetta er þeir eiga ógjörar sakir við norðrið, þeim finnst þeir hafa verið sviknir og þetta blundar ennþá ótrúlega sterk í þeim og þarna er kjarninn að þessu, hann liggur allir þarna í þessu, þessi styrjöld er bara ennþá í gangi. En það var Snorri, bara ef maður fer aðeins aftur í söguna, þetta interbellum period sem kallað frá 1865 til 1896, þegar Jim Crow lögin eru sett á, þetta bara svona eitthvað sem allir bandaríkjamenn þekkja og sérstaklega svartir, en þau kváðu á það að sem sagt, díllinn sem að federalstjórnin gerir eftir, ef ég hef skilið söguna rétt, við Suðurríkin sá að þau öðlist ákveðið sjálfstæði hvert og eitt ríki fyrir sig og geti þar að leiðandi sett sér ákveðnar sjálfstæð, sko reglur sjálfstæð og Jim Crow lögin sem voru sett 1896, frekar en 4, að þau kváðu á það, sko separate but equal. Það þýddi það að þau gátu á eigin forsendum skilið allt í svart og hvítt, eitt fyrir svarta og annað fyrir hvíta og voru bara aðskilnaðar stefna í praxís og það eru þessi lög sem gilda, þannig að interbellum period er þessi tími sem að svartir fara í bæjarstjórn gera þetta ofsalegu framgangur í þeim og þegar þá eru það confederationist, þeim er svo ógnað mikið að þeir sem sagt fá þetta í gegn. Þessi lög eru í gildi til 1952 þegar að Board versus hvað heitir þetta? Brown versus Board of Education er mál sem að svört kona vann þegar að hún fékk það í gegn í Hæstarétti að svartir mættu sækja sama skóla og hvítir og þar með rústast þessi Jim Crow lög og eftir það fer alltaf stað, þú veist, það er þessi borgarréttindabaráttu sem var búin að bara krauma undir lengi og allir helmingur af svörtum flúni norður og allt það. En þá kemur fram á sjónarsviði Martin Luther King, Rosa Parks, öll mótmælin í Suðurríkjunum og svo eldar sko í borgum og þannig að borgarréttindabaráttan sem að nær þetta hámarki á 7. áratugnum, hún á sér auðvitað miklu lengri rætur. Já. En fjölmiðlar núna að segja vestanhafs að þessi mótmæli núna eigi sér ekki hliðstæðu. Sko, það þarf að fara aftur til 68 eftir að Martin Luther King var drepinn og óbreyttir sem brutist út þá. Þau eru ekki að tala um það sem gerist bara í LA og New York 65, 67. Þannig að þetta er alveg ofboðslega viðsjárverðir tímar sko, sem við erum við verðum að þekkja svolítið söguna til að átta okkur að hvað er ofsalega djúpstætt. Snorri, því að þú nefnir kjör Obama og svo kjör Trump. Kjör Obama er svona afrakstur af réttindabaráttu svartra langa tíma, þá er kjör Trump raunverulega gagnbyltingin. Hann er kosinn af þeim og fyrir þá sem að vilja stoppa, framrás svartra. Hann er beint reaksjón, bara reaksjónari aðgerð, sko, sem að gerist, sko. Þetta hefði aldrei gerst án, ég held að hann hefði aldrei verið, við getum spekulera það endalaust, en hitt er mál að sko, og svo þegar ég sá, þegar að, sko, þegar að Trump er tilnefndur, sem forsetaefni repúblikana, þá var eitthvað djúpt í maganum á mér sem að sagði við mig. Það er að brjótast út borgarastyrjöld í þessu landi. Og ég vissi það bara á einhverju gott leveli að þetta væri, bara að fara að gerast. Að þetta væri kveikurinn í púðutunni. Og það er bara, það er ótrúlegt að horfa á það að gerast. Ég hef margoft sagt þetta við fólk á þessum 4 árum sem liðin síðan og það, það hlæja bara allir, sko. Það finnst allir bara hlægilegt.
og þangað til núna, en þú veist, þetta með sko þennan atburð núna með George Floyd, þú veist, þessi katalist og COVID og þetta ástandið og allt þetta sko, þess að sé að gerast núna og auðvitað líka, þú veist, að þetta þú veist, fyrsta kjörtímabil, þú veist, þetta kjörtímabil er að ná svona hápunkti, skilurðu, þetta þú veist, kosningabaráttan komin í gang, þetta að hitna, að þetta náttúrulega ótrúlega tímasetning og þetta vissulega er það sem að kveikir í sér búðutunum, en þetta náttúrulega, þú veist, þetta kemur mér, þú veist, það að skuli vera svona mikið mótmæli og þessar óeirðir og svoleiðis, þetta kemur mér ekkert á óvart, alveg sem þú varst að segja fyrir það, sko. Sólveig, má ég spyrja þig, kjör Trump og hans stjórnartíð hlýtur að enda með þessu. Það hlýtur að enda með viðbragð. Þetta sé raunverulega viðbragð við kjöri Trumps og hans stefnu og hans orðræðu inn í Bandaríkjum. Þetta er ekki eitthvað tilefnið þetta sé næstum óhjákvæmileg að þetta muni gerast. Kjör Trump hefði alltaf leitt að þessu sem við erum upplifað núna, spyrja því. Já, það er. Ég man bara, mér var svo góður pistillinn hjá Sólveig Önnu, daginn hún var að tala að búa í Minnesota og hvernig kona þarf að leggja sig fram að stúdera söguna og vera ekki fíll, af því að maður fær sem af norrænum uppruna alls konar tækifæri til að vera fíll og bara vera komið fram mann af virðingu og alúð og maður er velkominn alls þar sem maður fer. En og dæmi það pínu var í kringum Trump. Ég flutti til Houston 2016 og man einmitt eftir að hafa hlustað að fólk segir Trump að fara að vinna. Þú áttar þig ekki á því hvernig fólk er. Og þú veist, auðvitað getur maður alveg verið vitur eftir á allt það, en það var svona búið að vera mitt ferðalag því að reyna að vera minna fíll. Hefur svolítið líka verið að horfast í augu við hvað oft málað upp notum maður hvít yfirbragðshyggja. Já, ég veit ekki alveg hvað samþykkt þýðingu því. En þetta var mjög fín til að. Okay. Hvað við viljum oft gera einhverja aðila að einhvers konar skrýmslum eða einhvers konar svona spektakol, að hvít yfirbragðshyggja sé tengd við einhvers konar eitthvað öðruvísi, einhverja brjálæðinga og svo framvegis. Heldur þetta svo eins og Hallfríður var að tala þetta svo ótrúlega djúpt og svo ótrúlega tengt við kapitalisma og vernd á eignum og já, þannig að þetta hefði getað spáð fyrir að COVID hefði birst á þannan hátt og með þær áskoranir sem að því fylgir, til dæmis varðandi skipulagningu og mótmælum, eftirlit á internetinu, allar þær áskoranir sem að það ástand hefur fært. En af því að þið voru að tala söguna áðan, ef ég má rétt aðeins halda áfram, að þá einmitt svo mikilvægt að geta hugsað í löngum tengingum og eins og voru að nefna suðrið og borgarstyrjöldina, að í kringum það tímabil að ég hef aðeins verið að stúdera það, að þá voru hópar að koma frá Skandinavíu og fá gefins lönd í það sem varð síðan Texas. Bara akkurat þegar að Texas að byggjast upp, land að vera tekið stólið af Mexíkó, eftir stríðið við Mexíkó, þá koma hópar frá Noregi, Svíþjóð, líka Þýskalandi, sem eru hluta af þeim svona einstaklingur sem þeir sem voru yfir Sam Houston og fleiri aðilar vildu fá í borgina. Á meðan að, eins og þið segir, fólki var, ég átti mikið á frasum sem þú notaðir, Hallfríður, fólk sem hefði verið við þrælahald átti einhvern veginn að haga lífi sínu. En á sama tíma, og við vitum þetta á einmitt suðrið og hugsa suðrið versus norðrið, að þá líka ákveðin blekking að hugsa suðrið sem staðurinn þar sem að hryllingurinn gerist og norðrið sem eitthvað betra. Alltaf þeir höfundar sem ég stúdera 19. aldar og 20. Alltaf að tala þessa fantasíu norðrið. Svo kemur norður og þá á allt að vera betra. Og það var alls ekki þannig. Ekki einu sinni, ég var sérstaklega að lesa eina bók daginn þar sem að vera að tala að flýja til Kanada og halda að Kanada væri staðurinn þar sem að myndi vera frelsi, þar sem myndi vera öryggi. Það var alls ekki þannig.
þetta og þetta, ég meina, og svo getum við líka að tala hvernig Evrópa notar Bandaríkin sem leið til að fjarlægja sig frá öllum þessum hræðilegu stéttskiptingum og öllu þessu hræðilega ofbeldi. Þegar að Bandaríkin rauninni verkefni sem að Evrópa bjó til. Já. Birtingaform rasismans, þannig löngu verið sagt að birtingaform rasismans annars ef við tökum bara þessar tvær andstæður, sko fyrrum stríðsaðila þarna í borgarastyrjunni, norður og suðri, að þá eru suðurríkjamenn þekktir annarlegar fyrir mikla kurteisi og allt það í daglegum samskiptum, en praktisera svo alveg skelfilega rasisma, meðan í norðrinu að þar skilst mér að hann sé, sko, já, þeir þykjast yfir þeir, sko, það hann er miklu lúmskari rasismi þar. Snorri getur nú sennilega sagt betur frá því, en ég til dæmis, ég var nú að skrifa í smá pistil á Facebook að það var með upplifun mína í New York, ég bjó þar notabene í 13 ár, frá 86 til 2000, já, og var í daglegum samskiptum við svart fólk og kynnti svona bandarísku sögu bakdyra megin vegna þess að ég var í þannig félagsskap að ég var sótti fundi, svona einhverju sameiginlega fundi, 12 spora prógrami og sem voru meira og minna allt svart fólk. Og ég kynntist þessari bandarísku sögu bara þeim megin frá og umgist þetta fólk mjög mikið og var mjög mikið í samskiptum við það, þannig að eins og Snorri þekki líka að þá sko og viðbröðin sem að ég fékk frá hvítasamfélaginu og alls konar upplifanir sem þurfti að túlka fyrir mig af hendi svartara svo ég skildi hvað málið væri. Skilur, þeir eru í varnarstöðu, ég fattaði ekki hvað klukkan sló, ég var stundum alveg sko bara einhvern veginn svona, skildi ekki alveg hlutina og svo margt sem að maður var, eins og þú varst að koma inn á Sóli, sem var mér, sko, maður einhvern veginn maður hefur ekki þekkingu til að skilja, það hefur aldrei þurft að vera í neinni varnarbaráttu út af eigin identiteti eða útliti, skilji. Og það bara einhver allt annar veruleiki heldur en þeir sem að þeir sem að eru svartir upplifa. Ég hvet fólk til þess að horfa þátt og eftir það sem eru einmitt rætt við svarta Bandaríkjamenn sem búa hér á Íslandi og brúna Íslendinga rasismann. Þannig að ég vil aðeins að halda okkur bara svona við pólitíkina og þetta sem að leggja aðeins aftur út frá því sem að Snorri var að segja kjör Trump og spyrja þig við þar. Svo við nú var ekki Martin Luther King Jr. sem sagði það að það væri án réttlætis væri ekki hægt að byggja frið. Og það var svona, hugmyndin getur að verið þannig að bara vera Trump í Hvíta húsinu sé svo mikið óréttlæti, sé svo mikið vinnulaus bara, hann dælir út áminningum óréttlæti samfélagsins, að það sé raunverulega ekki hægt að reikna með því að það myndist einhver friður við Bandaríkjunum á meðan hann þar. Já, ég held að það sé alveg, að ég meina einhver leiti gengur hans pólitík, þú veist, út á það að ganga sem allra lengst í því að ganga fram á fólki, í því að polarisera og allt það, og hann vinnur út frá bara svona einhverju svona pólitískri, þú veist, analýsu, hann reiknar það bara út að í hver skipti sem að hann ruggar sko bátnum bara nógu harkalega og slær blautum töskum framan í einhverja hópa og eitthvað slíkt og þá veit hann að hann verður gríðarlega óvinsæll hjá einhverjum ákveðnum hópum fyrir það en hann veit að hann uppsker hjá öðrum og hans pólitík byggist bara svona svolítið á einhverju svona köldu mati á þessu og því heldur reyndar að Donald Trump sé ekki beinlinni sko, þú veist, ástríðufullur hægri maður, ég held að hann sé miklu einfaldari og svona klúrari pólitíkus heldur en það, fyrir honum gengur þetta út á að þú veist bara fá approval ratings og allt það sko. En hann virðist engin takmörk sett í því hversu langt hann tilbúinn að ganga í því og hann hefur náttúrulega gert út af það markvisst að tala inn í hugarheim þessara öfga hægri hópa með því að nota þetta sem kallað svona dog whistle stjórnmál, það að segja þú segir ekkert sko beint út að þú veist hattir svart fólk en þú notar svona ákveðna frasa og það eitthvað sem allir bera kennsl á og enda það þannig vel þekkt staðreynd að þessir ógeðfelldustu öfga hægri hópar í Bandaríkjunum í dag náttúrulega líta á Trump sem sína hetju og sinn talsmann.
En ég veist kannski líka dálítið það sem náttúrulega kannski líka svolítið svona napurt og kaldhæðnislegt ef við erum að bera saman Obama og Trump sem einhverjar svona tvær öfgar, þá kannski má líka því miður líta það þannig að eitt af því sem að mínum mati að búið til þess svona vonleysisstemningu sem ríkir núna, það nær lengra aftur og það nær auðvitað líka aftur til þess að það bara því miður ekki þannig að forsetatíð Obama hafi til dæmis breytt miklu fyrir kjöra aðstæður svartra Bandaríkjamanna, bara algjörlega öðru nær. Obama hélt áfram á þessari braut sem að Clinton að einhverju leyti markaði, sem var þetta að vera bara svona frekar að grafa undan ef eitthvað öllum þessum mikilvægu svona litlu en mikilvægu velferðaröryggisnetum sem eru til í Bandaríkjunum og það var ekkert lát á til dæmis útþenslu þessi sem að Bandaríkjum sem kallað prison industry complex, skilurðu, sem þessi iðnaður sem orðin til í kringu það að henda svörtu fólki, ekki síst svörtum karlmönnum í fangelsi sem orðið viðurstyggilegt heimsmet sem að Bandaríkin eiga. Þannig að öll þessi uppsöfnuðu vandamál hafa einhvern veginn því miður bara haldið áfram og það því miður það sem svo sorglegt og napurt við það að þessi svona tákgræni sigur sem fólst í sigri Obama, hann endar á því að verða því miður svona eingöngu tákgræn. Og ég held til dæmis ef við horfum bara á aðstæður í þessum hverfum sem að fátækra hverfunum sem að svartir Bandaríkjumenn búa í, þá þetta náttúrulega þetta ólýsanlega hryllilegt ástand sem að þarna ríkir. Þetta eru kannski svona önnur að þriðja kynslóð, fólk sem einmitt kom úr suðrinu, svo var verið að nefna hérna áðan í vonum betra líf í norðinu og kannski fékk á tímabili aðeins betra líf þar vegna þess að þú fengið svona eitthvað svona respectable kannski vinnu í versmiðu, í bílaiðnaðinum, í einum af borgunum í kringum stóru vötnin, En svo leið, og það kemur þessi leið og þessi paradísamissi kemur og það kemur olíukreppan 73 og iðnaðurinn fer að leggjast af í Bandaríkjunum. Hverjir eru þá fyrstir að fara? Hverjir eru það sem fyrst sagt upp á verksmiðjugólfinu í þessum verksmiðjum? Jú, það eru svörtu verkamennirnir, þess að þeir eru fyrir neðan hvítu verkamennina í goggunarröðinni. Og nú eru kynslóðir búnar að alast upp í þessum hverfum sem hafa kannski bara aldrei þekkt efnahagslegt öryggi. Út frá að geta verið í vinnu, bara aldrei þekkta. Bara lífið sem þú þekkir og kerfið sem þú elst uppið, það gengur út á það að vinna í einhverju svona óformlegu hagkerfi, selja einhverja smáhluti á götum úti eins og Eric Garner gerði sem var myrtur. Það er eiturlyfjasalan og svo kannski einhverja fantasíur að þú getur orðið, rappari eða íþróttastjarna eitthvað svoleiðis, Og þetta bara þetta algjörlega vonlaust og þetta einhverju leyti bara sama þetta við sjáum víðar heim í bara þessum svona, bara hvernig nýfrjálshyggjan hefur farið með verst setta og öryggislausasta fólkið, en í Bandaríkjunum bætist ofan á til viðbótar að þessi öfl í samfélaginu sem nenni ekki einu sinni að þykjast að svartur maður sé jafnstæður og jafngildur öðrum borgurum í landinu og svo líka það hvernig þessar byrðar koncentrerast á þennan hóp miklu frekar en aðra eins og við sjáum í allir þessari tölfræði, einmitt bara núna eins og í COVID-19 faraldurum. Þetta fólki sem vinnur, ef það í vinnu, þá vinnur það verstu og erfiðustu og vanmetnustu vinnuna í framlínustörfunum, það sem hættan mest að því að sýkjast, enda hafa svartir Bandaríkjumenn veikst miklu meira en nokkur annar hópur af kórónuveirunni. Bara ótrúlegt og það En þetta svo líka kannski, þetta svona breiðara samhengi, mér finnst það kannski líka að hluta til kannski skýra akkur þessi mótmæli eru núna að verða svona rosalega öflug og þau eru svona víða og þau eru svona fjölmenn og svona. Þetta sé mjög margt sem að hjálpast að. Og þessi mótmæli þau eru miklu, held ég, svona fjölsóttari af bara, þetta ekki að sé eitthvað bara svartir Bandaríkjamenn sem eru þáttakendur í þessu mótmæli. Þetta alveg coalition, Og ég held þessi að sjá að einhverju leyti ákveðin svona styrkleika eða svona árangur af þessu sem að hefur verið svona hægt að krauma undir niður í Bandaríkjunum sem ákveðin svona valdefling og styrking hjá fjölmörgum minnihlutahópum sem eru kannski líka farnir að meira og meira sjá samhljóm milli sinna stöðu og sinna krafna og allt það. Þannig að mér finnst þetta bara rosalega áhugaverðir tímar. Ég veit að þessi mótmæli þau fá nú ekki gott rep í fjölmiðlum, þetta þykir vera einhver
svakalega villimennska og eitthvað slíkt, þetta sýnt á mjög einhlega hátt, en ég meina það er pólitísk hugsun og skipulagning og strategía og reynsla að verki í þessum mótmælum sem maður sér mjög skýrt. Ég meina þetta fólk sem kann að mótmæla. Þetta fólki sem var búið að vera hérna fyrir nokkrum árum niðri í Ferguson, Missouri, sko, þar sem það var að berjast við sko skriðdreka. Þetta fólki sem var í Occupy Wall Street, þetta jafnvel fólki sem þú veist var í Seattle 1999, sko. Allt þetta fólk mætt og þetta breið, sterk samstöðuhreyfing sem ég sé verða til hérna og ég meina ef það að fara að verða borgarastríð þá er ég ekkert þessum hvernig ég myndi veðja á þar. Vissulega hafa öfgahærumennirnir sko, þeir eiga góð söfn af byssum en þeir hafa ekki þennan fjölda og þeir hafa ekki þennan kraft og þessa ástríðu sem við erum að sjá í þessum mótmælaaðgerðum núna síðustu dag. Snorri, Viðar dregur upp að það sé verið að stríðandi fylkingar og önnur fylkingin er skipulögð og veit hvað hann vill og hefur tapað nógu oft til þess að læra af því. Sérðu þetta þannig fyrir þér? Já, ég veit ekki, eins og sagði áðan, sko, þetta er náttúrulega algjörlega óútreiknileg staða, en það sem ég er að sjá, sem að ekko er dálítið þess að þú ert að segja Viðar er það að ég er að sjá fullt af í mínu tengslanetti og Viðar ofsalega mikið af hvítu fólki sem er að fara að setja niður fótinn og hrista hausinn og segja að við getum ekki gert þetta lengur. Og það sem ég er að sjá líka meira og meira er það, ég er að sjá fleira og fleira fólk vakna til vitundar það, hvítt fólk vakna til vitundar það. Við berum ábyrgð á þessu. Við sem hvítt fólk, það er alveg sama hvort að við búum í New York eða í suðrinu og ég tek undir það sem var sagt hérna áðan að rasismi í norðri og suðri, hann er alveg jafn slæmur. Hann hefur bara aðeins öðruvísi birtingarmynd. Og kona mín getur tekið undir það. Hún er uppalin í Texas en búin að búa meira en hálfa ævina í norðausturnu þegar maður er mest líberal sem sagt af öllum Bandaríkjunum sem gefur út fyrir. Rasismin er alveg jafn slæmur þar. Og að sko, það er búið að vera pússa dálítið bókum hérna á netinu núna eitthvað síðustu daga sem að fjalla þetta, meðal annars einn sem heitir White Fragility og miklu fleiri titlar sem dálítið vera að tala þetta og ég er að sjá okkur, hvíta fólkið, vera að fatta þetta aðeins meira, aðeins að kvikna á perunni. Við buggum meðan rasisma til, við höfum viðhaldið honum, við þurfum að laga það. Það er enginn annar sem getur lagað. Það er ekki á ábyrgð. Við getum ekki hlaupið í svörtu vinu okkar og sagt, hvað er að gera? Þeir horfa bara á okkur og hrista hausinn. Þú veist hvað það er. Snorri, má ég bera annað undir því sem Viðar sagði því að þú lýstir fallega þeirri von sem að kjör Obama kveikti í þinni fjölskyldu og ættmennum konunnar. Ég var staddur í Vestur Afríku þegar hann var kosinn, var í Lome í Tógó og þar grétu allir bara í herbygginu. Það var alveg ótrúlega mögnuð tilfinning að vera inn í svona stórum hópi af fólki sem að upplifði þetta sem einhverja messías að komu. Það var andleg reynsla. En Viðar lýsir síðan vonbrigðunum með Obama. Já, og ég veit það, ég meina, kona mín sagði mér það þetta, hún kaus Obama að því að hann var svartur, ekki að því að hún hefði eitthvað trú á honum sem pólitíkus, sko. Þetta er tákgrænt og bandarísk stjórnmál náttúrulega snúast óbúrslega mikið svona táknræna leiðtoga og táknræna sigra og svo framvegis, en svo er bandarísk stjórnmál náttúrulega voðalega skrítin skepna. En já, vissulega, það að hafa svartan mann í hvíta húsinu var og er mikið tákgræn, þetta er rosalega mikið tákgrænt. Talandi um tákgræn, Hallfríður, Trump lætur hreinsa skemmtigarð eða garð til þess að komast í göngutúr að kirkju. Stendur það að kirkjan er náttúrulega lokuð og hann heldur á biblíunni og stendur þar og heldur henni á lofti og labbar svo aftur heim. Þetta er náttúrulega óskiljanleg athöfn nema þetta er bara verið að senda skilaboð til ákveðina hópa. Þetta er svona Ku Klux Klan yfirlýsing, hann er að hvetja raunverulega trúarhópa sem hafa verið þekktir fyrir rasisma
að ganga í lið með sér í einhverjum herlaðangri sem hann í. Já, og ég kommentera það. Já, hvaða gildi þetta hefur? Ég held að hann sé nú bara, hann heldur nú bara, sko, hann hafi sér nú bara eins og hann sé ennþá í sjónvarpsþætti. Sko, þetta er svo mikið show-off hjá honum. Og ég veit ekki alveg hvað þetta átt að fyrirstilla hana en það að vera að reyna að tala til einhverja kristina og þá væntanlega hvítra kristina eða eitthvað svoleiðis. En ég skil sagt að segja ekki alveg tákmál Donald Trumps. Hann er mikið ólíkindatól en hann er ofboðslega mikið í einhverju sjói. Hann er alltaf að búa til einhverjar svona senur, kemur þetta vingsar biblíuna og er ekkert með guðsorð að gera eða kristin kærleika að gera eins og biskupinn hérna í biskupakirkjunni í Washington skamma hann fyrir og það finnst mér mjög ánægilegt þegar leiðtogar úr stofnunum eins og biskupakirkjunni eru bara tala gjörsamlega umbúðalaust fyrirlýsingu sína á honum og hegðun hans. Og það sem þarf að gerast, ég meina, hann er búinn að fá alla fjölmiðla upp á móti sér, það er verið að draga svolítið, hann er búinn að fá, sko, og nú spurning ekki minnst hvað gerir Twitter og hvað gerir Facebook með þessi fáránlega, diskriminatóri yfirlýsingar hans og hatursfullu yfirlýsingar hans í garð mótmælenda sem hann kallar skrýl og ég verð nú að segja það að sá fréttaflutningur sem ég hef séð af þessum mótmælu, þetta er alltaf verið að frétta það bara eðli kannski fjölmiðla og þú veist að best Gunnar Smári að það er leitað að hasardnum svolítið í mótmælunum og svona, eitthvað sem er blóður og það er svona meira dramatískt en engu að síður að þá finnst mér bara skína í gegn allavega í þeim fjölmiðlum sem ég hef verið að lesa og hlusta á að það er mikill skilningur á því að þetta er ekki bara eitthvað einhver stundarreiði sem birtist núna sem viðbrögð við morðinu á George Floyd sem að þó vissulega skipti máli og talandi takast upp þráðin aðeins hjá honum Snorra áðan það má kannski minnast á líka annan atburð sem gerist í Central Park sama dag og George Floyd var drepinn þarna í Minneapolis að þar var hvít kona út að skokka með hundinn sinn sem var ekki í taumi og svartur maður sem var í fuglaskoðun hann biður hana vissulegast að setja Óla hundinn, hún trompaðist, hún fullkomlega misti sig, reif upp síman og hringdi í neyðarlínuna og sagði að svartur maður væri að ráðast á sig og þetta var tókið allt upp á band og það fór bara eins og eldur í sinu og þarna, hún var rekin og vinnunni konan en þarna var líka, þú veist það er alls konar svona, við heyrum ekkert af öllum, þú veist, maðurinn var að skoða fugla, ég meina það var orðið kriminelt, skilurðu. Þannig að Trump, ég veit ekki, ég held að hann sé bara að flestum virðingaverðum fjölmiðlum í Bandaríkjunum, semst allir nema Fox, þá er hann bara ekki marktækur. Má ég taka þennan þráð aðeins að Trump, hann er sannarlega að fara mörgu leyti rosalega langt út á ystu nöf og hann er komin lengra og lengra frá svona einhverju svona common sense og ég meina höfum við huga hans svona bakland eða stuðningur hann kemur svona svolítið margháttaður auðvitað fær þetta mikla athygli þetta svona auka klikkhausalið í kringum hann en auðvitað var það forseti líka því að bara venjulegir repúblikanar bara einhverju svona menn í fastilituðum pólóbólum sem að er að slá garðinn sinn þú veist kusan, venjulegir repúblikanar kusu Donald Trump líka og mér finnst það líka ég má tengja við það sem Snorri var að tala að svona common sense því að fólki í kringum þessa hluti er sannarlega að breytast. Það er ótrúlegt að það hafi tekið svona langan tíma og það hafi þurft að svona margir hafi þurft að vera myrtir af lögreglunni skilur og tekið upp á síma áður en að fólk kveikir á því og það næri í gegn. Mín tilfinning er að það er sannarlega að ná í gegn og mér finnst svona almenna reaksjónin í umræðin í Bandaríkjunum er ekkert endilega einhver óbúslega yfirgengilegt hneykslun á þessum mótmælum. Það er meira bara svona, væri það kannski eitthvað betra þetta væri nú kannski eitthvað aðeins öðruvísi, en ég meina, flestir eiga erfitt með að ætla að fara að standa eitthvað reiður og hneykslega gegn því að sé verið að mótmæla þessu vegna þess að þetta er svo augljóst, Þannig ég held að þetta sé sannarlega mjög mikið hættuspil sem að Trump er í og það kæmi mér ekkert á óvart að það komi eitthvað svona kalt mat, þú veist,
hjá honum og hans ráðgjöfum fljótlega að það þurfi að draga í land og skilur ekki espa þessa situation lengra en hún að gera nú þegar. En hitt getur síðan auðvitað alveg líka gerst og ég held að þessi kraftur fólksins sem við sjáum í þessu, þetta bara raunverulega uppreisn almennings sem við erum að sjá í Bandaríkjunum og ég meina, Bandaríkjamenn þeir hafa sterka svona sjálfsvirðingu og svona community feeling og þegar að fólk tekur sér saman það að ætla sér eitthvað og ná því í gegn þá getur það svo sannarlega eins og sagan sýnir í Bandaríkjunum þar sem hafa náttúrulega unnist stórkostlegir sigrar í þessum málum þetta eigi nú reyndar því miður helviti langt í land. En ef það borgarastríð þá þjóðin klofin, hún klofin, þetta náttúrulega að hlusta á bandaríska umræðu eiginlega, fólk ekki að tala saman, fólk bara eins og Trump að gera, hann þarf ekki að segja neitt, hann bara mynda sig með biblíuna fyrir utan einhverja kirkju og það hefur einhverja tátt og þetta ekki samtal. Já, því að Fríða myndist á fjölmiðlana að með sláandi, ég heyrði viðtal við bandarískan blaðamann einhvern tímann fyrir í vetur sem var að segja það að við eyðum öllum deginum í því að skrifa einhverja fréttaskýringar til þess að draga fram blekkingar Trump og hvernig raunverulegt ástandi í samfélaginu og annað slíkt og svo vaknar kvikindið klukkan 3 á nóttin og tvístar eitthvað og svo tvístar hann aftur og svo þegar við vaknum einhvern tímann 5 þá hann búinn að taka fréttarumhverfið, hann stjórnar í þessum eftir dagsins. Allt sem að við erum að reyna að koma á framfæri, það bara kemst ekki á framfæri og þetta náttúrulega líka lýsandi yfir svona fjölmiðlaumhverfið og getuleysi til þess að halda uppi vitrænni umræðu. Það náttúrulega möguleiki á því að Trump hefur unnið. Ég meina, við mælum það bara sem sigur og það náttúrulega stórkostlegur sigur fyrir hann að manna náði að verða kosið forseti Bandaríkjanna, það eiginlega bara against all odds sem hann tókst það. Þannig að það er hættulegt að vanmeta hann sem andstæðing og það öfl sem hann stendur frammi fyrir. Þetta náttúrulega, þarna eru peningarnir og þarna aflið og þarna líka heftinn og inngróin vissa eigið ágæti og eigið réttlæti. Eigin rétt til valda. Eigin rétt til valda, það bara efast enginn það. Og það finnst það bara fráleitt að líta á það og hann eiginlega undirbúið það að skilgreina fólki sem að Viðar var að lýsa sem hefur smátt og smátt lært að eiga í mótmælum. Hann að góður leið með að skilgreina það sem hryðjuverkasamtök. Svolítið. Hvað? Það má alls ekki Gæti vondikallinn unnið? Gæti vondikallinn unnið? Já, svolítið sem að Viðar nefndi áðan, mér finnst að því að oftast þegar maður fær fyrirspurnir Bandaríkjann þá það eitthvað sem að Trump hefur gert. Mér finnst bara svona kannski nokkrum dögum eftir að hann komst til valda þá eiginlega upplifir maður hann bara sem einhvers konar svona truflun eða hans táknrænu gjörðir sem bara einhvers konar leið til að distrakta mann frá því að vera að fylgjast með þessu raunverulega að gera það því að það fylgja einhvern þræði í hans stefnu og jafnvel með þessum svona hverjum hann vill skilgreina sig við hliðin á ég hef allavega ekki getað einhvern veginn upplifa neitt svona skýra stefnu í þeim málum og frekar einmitt hvaðan svona efnahagslega stefnu sem að hann hefur gert eins og núna var vinkona mín að skrifa mér bara rétt áðan sem að frá Kína og stödd í Kína en í sama námi og ég og þeir núna 29. maí var verið að gefa yfirlýsingu að allir þeir sem eru á einhvers konar doktorslevel eða rannsóknarstigi innan háskólana og hafa haft einhverja tengingar við og svo kom bara listi af kínverskum háskólum mega ekki snúa tilbaka til Bandaríkjanna. Af því að þeir eru líklega að starfa fyrir ríkisstjórnum framvegis. Þessu svona hent fram og þá hugsaðum við, ég meina það er hræðilegt og samtíma hugsa maður flestir þessi stóru bandarísku háskólar eru hljóta gríðarlega fjármuni frá einmitt kínverskum nemendum sem eru að koma og sækja sér menntun í Bandaríkjunum. Er þetta eitthvað sem þau henda fram, draga svo tilbaka til þess að vera með eitthvað svona bara truflun? Það er svolítið svona ómögulegt að fylgja eftir nokkrum þræði í þessu Þetta er stórkostlega róttæk gjörð en er þetta bara eitthvað sem þið gera og draga svo tilbaka? Það maður veit ekki. Það er stundum eins og hann sé raunverulega bara að trufla umræðuna. Hann bara að reyna því minni umræðu því betur ásigrar hann. Hann þarf ekki að segja neitt, það er bara að trufla. Kaos alltaf honum í vil.
En á sama tíma minnst þetta líka að því sko sumir velta fyrir sér, býtu af hverju fólk að fara út og þú veist kveiki í ruslatunum og kannski brjóta einhverja rúður og svona, af hverju skrifar það ekki bara greinar í blöðin, þú veist. En sko ég meina Trump náttúrulega algjör hans bara persóna, það að þessi karakter sem skilur mig bara hreinrækta afkvæmi svona raunveruleika sjónvarps og eitthvað slík sko. Þú veist það að hann hafi orðið náða að láta kjósa sig sem forseta Bandaríkjanna bara afhjúpun algjör bara á þeim skrípaleik sem að öll svona stjórnmála umræða og öll svona almenna rými orðið í Bandaríkjunum þegar kemur að stjórnmála umræðum sko. En og þá þetta með kannski ekki ég ætla að segja svo við heldur kannski ekki gleyma því svona margt sem búið að velta upp mjög fróðlegt og skemmtilegt spennandi að við heldur ekki gleyma sko kosningasvindlinu öllu saman og ef við ætlum að hugsa kosningaþátttöku svartra, ég meina það var gjörsamlega vita sko tilgangslaust fyrir það að vera að kjósa lengi vel og svo sko eins og ég meina við þurfum ekki að fara mörg ára aftur í tíma þannig að kosningasvindli í Flórída, kosningasvindli í síðustu kosningum, hvað mikið svindli skila sér, af hverju á ég að vera að kjósa því það alltaf sama súpan í sömu skálinu sem kemur aftur og aftur og aftur, þannig að maður einhvern veginn það líka þetta kosningakerfi svo ofboðslega flókið eins og þegar hann var að tvíta núna á dögunum Kaliforníu, maður einmitt, skráðir, það þarf nefnilega að skrá sig til að kjósa þarna. Við þurfum ekki að skrá okkur til að kjósa, við bara mætum að kjósa með eitthvað skilríki og kjósum. Þannig að fólk gert svo örðugt fyrir, þannig að ég held að þetta spili líka inn í sko, kannski að tregðu fólks til þess að nýta sér atkvæðið sitt og allt það, en líka varðandi skemmdarverkin, mér varst nú bara ferlega gott að eitthvað bent að skemmdarverk, býtu come on, hverju búið að stela af okkur og skemma fyrir okkur og svoleiðis, ég meina, þetta bara svolítið svona túlkunaratriði, þið ekki? En ég að byrja ykkur að horfa fram í spá þróunina og er ekkert að byrja ykkur að spá, heldur ber ég bara að beina umræðinni þangað. Þið hafið lýst aldanlöngu kúgun svartra í Bandaríkjunum og hvað það svo togstreita sem í þjóðalíkamanum. Þið hafið lýst eyðileggingu stjórnmálaumhverfisins að mörgu leyti, bæði út af kosningunum og bara erfiðleikunum að halda uppi vitibónu umræðu í almennri umræðu í Bandaríkjunum. Og síðan erum við með COVID þar sem að dregur fram misrétti, bæði misrétti milli stétta og kynþátta og við erum alla byrjuð í kreppu sem að menn að tala að verði sko dýpsta kreppa sem við höfum séð sko sem að nokkur sem á lífi mun eftir. Að fara með samfélag sem svona tætt og illa undir það búið, þar sem að átökin eru svona mikil og raunverulega eru engir sko farvegir til þess að vinna út úr þessu, eins og þýlýsins, eða sömu leyti. Hvað gætu við verið að horfa fram á bara eitthvað klofning Bandaríkjanna, strandirnar klofni frá, verið gríðarlega átök fylkisstjóra og forsetans, einhver svona, bara mikil átök, skriðdrekað götum úti. Hvað sjáum við því? Ég von ekki, en ég get alveg séð það sko. Ég get sko alveg séð það, eins og ég sagði hérna í upphafi og ég er búinn að vera að spá því að það verði borgarastyrjöld í Bandaríkjunum á bara, þú veist, fljótlega. Hvað merkir það, Snorri? Borgarastyrjöld í Bandaríkjunum? Það er það sem enginn veit, náttúrulega almennilega. Þú veist, vegna þess að það er einmitt þetta með sko, það er einmitt þetta með sko, kannski er hún byrjuð, ég veit það ekki. Það er einmitt þetta með, eins og þú varst að segja, sem alveg rétt sko, þetta er náttúrulega ríkjabandalag, 50 ríkja og þetta er þetta ein þjóð, en kannski verður þetta, kannski fara á fylki að standa á móti forsetanum og kannski verður þetta einhvers konar svona eitthvað standoff milli fylkja og alríkisstjórnarinnar sko. Það reynir á núna í þessu ákalli hans að endurvekja Insurrection Act frá 1807 sem var að tala í gær sem gefur honum heimild til að ganga þvert á ríkisstjórana og það eru 2 ríkisstjórar, hann getur sendt herina á allt sem sagt, mér skilst þetta sér þannig og þetta hefur verið, sko, þessum lögum hefur verið breytt nokkur sinnum en voru síðust notu held ég
man ekki alveg við hvað til, hvort það var í Rodney King Riots 92, en allavega það mjög, tveir ríkisstjórar, bæði Andrew Cuomo og einhver annar, búnir að andmæla þessari ógnans, það alltaf ógna, það eitt af hans taktík, ekki rétt hjá mér, hann alltaf eitthvað hafi hótunum eitthvað, og maður veit sjálf sér ekkert hvað það þýðir. Ég get ekki hugsað til enda, ég veit ekkert hvernig það á eftir að svona raungerast. Kannski að Viðar hafi meiri svona stjórnmálafræðilegan sýn á það, ég veit það ekki. Það getur verið að sko Bandaríkin hangi upp á lyginni og það þurfi raunverulega litla atburði, eina setningu sem einhver fylkisstjórinn segir til þess að setja í gang einhvern veginn að skrúi ofan af því. Það þekkt dæmi í sögunni að þeirra, eins og Snorri að segja, kannski bara borgarastyrjöldin löngu byrjuð, að eftir 50 ár horfum við tilbaka og komist á því að hún hafi byrjað 65 borgarastyrjöldin og hafi verið aðdragandinn og það núna séð kvikni hún og breiðist út. En ekki bara þessar hrikalegu spennur og mótsagnir sem við erum að sjá núna spilast út, þessi rosalegu átök og fylkingar og allt þetta, þetta ekki bara að segja okkur það að tími hins þægilega millivegar, bara hann að renna rosalega hratt út. Það einhver holur og tómur raunveruleiki þar á bakvið sem orðið mjög erfitt fyrir fólk að trúa á og þá verða valkostir miklu einhvern veginn sterkari og skýrari og meira afgerandi. Það var einhver gáfumaður sem sagði að á bakvið sérhvern fasisma alltaf svona einhver glötuð bylting, þú veist. Og það oft þannig að sömu sögulegu kringumstæðurnar geta leitt til tveggja algjörlega andstæðra niðurstaðna. Og ég meina, það ekki bara það sem við erum að horfa upp á hér, að viðbrögðin við þessu ástandi verða annarkvort einhvern veginn bara meiri og svona skýrari þróun í átt að einhvers konar fasisma sem verður þá nauðsynlegri til þess að reyna að halda Bandaríkjunum einhvern veginn saman bara hvað það kostar og það bara með ofbeldi ef það það sem að þarf til, eða þá að það komi, þú veist, einhver raunveruleg, lýðræðisleg, kraftmikil, öflug fjöldahreyfing út úr þessu öllu saman og kannski verði Alexandria Ocasio-Cortez næsti forseti Bandaríkjanna, skiljið, og það verði þá komi á svipaðan hátt eins og New Deal var svarið við hörmungum kreppunar, sem var líklega það langskásta sem hefur bara nokkuð gerst í bandarískum stjórnmálum að loksins, þú veist, þjóðin tók sig saman það undir forystu ríkisins að reyna bara raunverulega að bæta lífskjör fólk sem á endanum það sem fólk að krefjast þegar það fer út og kveikir í Rússlandinu. Má ég endi þetta á því að spyrja þig, Sólveig, ástæða því að sumuleyti þetta samtal okkar og samtal við Rauða borðið svolítið það hvernig við upplifum þessa áhugaverðu tíma sem við lifum. Viðar dregur það upp að við stöndum á tímamótum og það geti verið framöndan betri tíð en það geti líka verið framöndan miklu verri tíð. Upplifir þú það svona að þú hefur lent í því sem að Kínverjar óska engum manni að lifa áhugaverða tíma? Við erum nokkrir kollegar og vinkonur sem eru búin að vera að hittast á Zoom og lesa saman bækur og kafla og ræða til að halda í kraft og von og pepp og það alltaf maður dansar á milli þess, þú veist, maður að vera naív ef maður vonar og trúir á, ég veit að við tala til dæmis á Rauða borðinu við að krepputímar eða tími sprengikrafts eru oft tímar sem eitthvað gott getur gerst en á sama tíma mun ekkert koma manni óvart varðandi ofbeldi og ímyndunar ofbeldis bæði þarna náttúrulega og hjá okkur í Evrópu. Þannig að ótrúlegir tímar og maður bara reynir að minna sig á að það hægt að læra af og lesa og fræðast frá svo ótrúlega mögnuðu fólki sem hefur lifað erfiða tíma eins og við að nefndi aktivistar og skipuleggjendur í Bandaríkjunum eru mörg hver gjörsamlega ótrúlegt fólk sem hefur einmitt þurft að peppa sig og vera bara líkurnar á því að eitthvað takist eru engar en samt heldur áfram að dreyma og þetta ég í svona bókmenntaheiminum þar sem að ímyndunaraflið og að viðhalda sköpunargleðinni og draumunum er það sem maður lifir á. Þannig að maður getur ekki réttlætt neitt annað en að trúa á möguleikann á einhverju öðru sérstaklega þegar maður hefur það jafn gott
og ég. Þannig að langt ég spyr, það með við að fara að segja að Já. sko miðjan væri horfin. Að valkosturinn sé eiginlega bara á milli. Já. Þú upplifir það. Þannig. Já, ég meina, eitt dæmi, ég þekki ágætlega, ég er alveg upp í miklu trúarsamfélagi, þannig að til dæmis bara það sem að hún nefndi, hún Fríða, bara það að hann notar biblíuna og stundum biblíuna, það gera verkum að allir sem að tilheyra einhvers konar trúarsamfélagi verða að taka afstöðu, af því að þú stendur ekkert bara þarna og veifar biblíunni á þessum tímum núna og það er eitthvað svona sem að fólk getur ekki tekið afstöðu til. Þannig að meira segja hópar sem að kannski hafa fengið að vera nokkuð svona, ópólitískir, neyðast til að taka afstöðu til að segja hvað þeim finnst þetta. Bara af því að þið nefndu til dæmis trúarsamfélög. Þannig að það er eitt svona dæmi slíkt. Og bara það er svo mikið af röddum og bókum og listamann og öllu sem hafa sagt fólki nógu lengi að það er ekki tilnefnt miðja, það er ekki tilnefnt hlutleysi og það er mjög hættulegt að trúa á það. Þetta eru góð lokaorð. Ég þakka ykkur fyrir að sitja þarna við rauða borðið og hjálpa okkur að skilja þessa tíma sem við erum að lifa. Samkvæmt ykkur að þá er í gangi borgarastyrjöld í Bandaríkjunum og ég heyrði ekki betur en að það væri bara í gangi bylting líka í heiminum og sú bylting verður kannski ekki sjónvarpað en henni verður kannski zoomað hér við rauða borðið. Við sjáumst aftur á morgun kl. 2 en ég þakka Sólveigu Ástu Sigurðardóttur, Viðari Þorsteinssyni, Hallfríði Þórarinsdóttur og Snorra Sturlusyni kærlega fyrir að hjálpa okkur að hugsa í kvöld. Höldum áfram á morgun. Takk fyrir.